sinn í fjarlægu landi, langt í burtu, var Rauðhettan okkur á gangi. Var hún leið til ömmu sinnar með brennivín og hákarl í nestiskurðu. Þegar hún var búin að ganga smá spöl, sá hún eitthvað í vegarkantinn. Þetta var Andalur. Hann var grátandi. Af hverju grætur þú? Ég svo ljótur. Já, það alveg rétt hjá þér. En það ekki til að gráta ef þú eru örugglega margt annað fram að bjóða. Já, það kannski rétt. Hvað heitir þú annars? Ljót Andarungi. Ægilega það fallegt nafn. En heyrðu, ég til leið til önnur ömmu minni að gera hana svolítið hífaða. Viltu ekki slást í för með mér? Má ég það? Jaha, það máttu sko. Staddir fyrir utan hjá honum Lilla sem hefur ráðið þá til verka. Með fyrir. Hver þú? Ég Lilli Klúður, en þið kallar mig bara Lilla. Þið vitið af hverju þið eru hér, er það ekki? Jú. Nei. Þá hef ég þetta bara stutt. Ég vil að þið losum við hana ömmu. Ömmu? Af hverju? Sko, ég og amma erum lengi átt í viðskiptum og allt gekk í haginn. Þar til fyrir 3 vikum hann fór hún alveg yfir strikið. Nú? Hvað gerði hún? Hún sprengdi paprikuna. Paprikuna? Já. Í alvörunni? Já, ég elska hana. Hún er sér sonur. Ég hafði líka rækt hann mjög lengi. Hversu lengi? Bara 2 daga. Ég hætti fram að ég kunni að fara með svona mála. Ég gekk 4 daga í verkið og ég mun borga ykkur vel fyrir. Svona snutið hún alltaf. Er hann eitthvað klikkaður? Ég hef stórum gauðum það. Hann þolir mæðin á þessum manni 2 heilir dagar. Núna erum við stödd hjá ömmu þar sem hún og skógareksmaðurinn stinga saman nefju. Hvernig ætlum við að drepa hann? Þessu upp.
Nú bregðum við okkur aftur til Rauðhellu og Andarhúsins, þar sem þau eru að ganga eftir dimmum og drungalegum göngustígum. Þau sjá að það er ekki allt með felldu. Ég er hræddur. Hvar erum við? Ég veit það ekki. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Ég veit það ekki. Komið og blessuðu nægræk. Hver er þú? Úkon er ég. Ég þekki ljóta Andarhúsin. Ég er það gaman ekki að koma neitt við. Hvernig þau eru þetta heitið eitthvað? Já, við erum farið til ömmu minnar, það sama svolítið við. Já, komin alveg á kúpun. Ekki mætti ég koma með ykkur. Jú, alveg endilega. Komdu bara. Ég veit það ekki. Men... Jæja, þeir eru komnir aftur. Þið hafði vonandi komið kerlingunni fyrir kartan nef. Drápuðu hann ekki? Er þið virkilega að segja mér að þið hafi ekki drepið hennar gamla kerlingu? Það var ekki alveg svona einfalt. Nú, af hverju ekki? Sko, þeir aftur vorum komnir fyrir utan hjá ömmu og tilbúin með þessa fínu haglabyssu. En svo leið og hann tók í gikkinn þá farið úlfurinn sér fyrir. Úlfurinn? Hvað fjandast úlfurinn að gera hana? Sem að róa sig, þið róaði aðeins. Af hverju ætti ég að róa mig? Lilli, róaði þig. Ég róa mig ekki neitt. Lilli! Haltu kjafti! Sko hvað þú gerði. Hann er hágrátandi. Svona dingur mín, allir degi. Já, ég er róleg, en sá mamma nokkuð til ykkar. Nei, þetta ekki. Farið aftur og ljúki verkinu af, annars er ég tilbúin með plan B. Plan B? Já, ég er til öryggis leigumorðingja í verki ef eitthvað myndi mistakast. Leigumorðingja búkökja namni. Nafn, nautaðarstað. Hann er svo vondur. Þú veist það, þá kannski fæ ég með þig í hússtyrk. Hússtyrk? Hvernig finnst þér það? Yes!
væntanlega hefur nú stækkað við þetta mín. Hefur þú bara búið ekki það? Amen. Já, góðan festan daginn. Góðan daginn. Hver eru þið? Já, við erum farantjónumenn og vorum að veltaði fyrir okkur hvort að við mættum ekki kenna fyrir þér alveg æsilega vörur. Já, því ekki. Jú, heyrðu, sko, þetta er svona lengja, svona 20 cm, svona 15 á þjálmáli. Sko, og síðan getur við... Ég hefur að drepa ömmu, ekki setja inn eitthvað drest. Hún verður að þegja ömmu sinni hálfviti! Þórmar, stöktu fyrir hurðina! Nú málum Já, gjör svo vel og segir mér hver sendi þú. Já, segi það! Ég er ekki með að hýla að drepa hana. Segjum ekki orð. Ég segjum ekki orðina hver hann senda okkur til að drepa þig. Er það nokkuð lampi? Nei, ætlum ekki að segja eitt orð það að Lilli Flugumús og hafa verið að senda okkur. Jæja, þau þá verið hann Lilli. Hringir í hann og segir honum að ef hann vilji losna við mig, þá getur hann alveg skemmt að sjálfum. Hringum ekki! Hringir þér á! Lilli, Já. amma segir að ef þú viljið losna við hana, þá verður bara að gera það sjálfur. Ansa svo. Já, ég kem strax. Krakkar, drífðu ykkur í herbergi. Í viku nú. Já. Lokið okkur. Og nú hefst vandræðileg þögn. So we meet again, Lilli. Það var bara líka þess að stígu rennbissuna. Nei! Réttu með byssun! Nei! Réttu með byssun! Drukkið þú! Hún er ekki hlaðin. Hún er ekki Drukkaðu! Hún er ekki hlaðin! Drukkaðu! Og hvað er það? Þessi var Tristan. Nei, Lilli, þetta er ekki alveg svona einfalt, sko. Núna tekur bara ekki. Nei, það er ekki það. Það er annað, sko. Ég veit ekki hvort ég er að segja það, sko. Guppa þessu út verð. Jú, ok. Ég er hrifinn af henni ömmu. Sko, sérlega. Já, ok, hvað það er. Renna þessi bygging. Það er skot í byssun! Ég, ömmu Borgi. Já, það er alveg rétt, sér Aldarangi. Já, allt er gott sem enda vel. Senn er þetta ævintýri á endan. En af ömmu og búkollu er að segja að þeir ættið til ljóta Andaraka og skýrðan Jens. Lilla Klefumús var hent í fangilsi þar sem hann situr inn á geðdeild undir umsjón skógaraugsmannsins. En við ljúkum þessu ævintýri hjá dvergunum þar sem Díkur er upp
Erum við það að uppgöta eitthvað hræðilegt? Hann er bó. Ég er svo mikið nú. Það er það. Akkur hætti. Lampi, já, mannstu aðan þegar Lilli kom og tók byrsuna á okkur? Jú, jú. Og ætlaði að stúta henni ömmu? Jú, mikið rétt. Það við gátum það ekki? Já, já. Það við margir aumingjar með hóir í nefnu? Já, já, já. Hei, við erum aumingjar. Sko, ég er alveg 110% viss. Hann hefur ekki getað stútað henni. Nú. Ég er með skotið. Nú er vandum málið.